Eldri borgarar eru ósáttir við mikinn rekstrarkostnað og há laun stjórnenda lífeyrissjóða. Launakostnaður sjóðanna hefur hækkað allt að 20% á 2 árum. Eldri borgarar virðast ósáttir við mikinn rekstrarkostnað og há laun í lífeyrissjóðakerfinu. Launakostnaður sjóða hefur hækkað allt að 20% á 2 árum. Hópur fólks spila bridge í húsnæði félags eldri borgara í Stangarhyl í Reykjavík. Flestir í hópnum eiga það sameiginlegt að fá hluta eða allar tekjur sínar úr lífeyrissjóðskerfinu. Og þó sjóðirnir séu þeim kannski ekki ofarlega í huga meðan á spilamennskunni stendur, hafa allir sína skoðun á kerfinu, sumir eru verulega ósáttir. Hvað búið að sukka og eyða og fara illa með fé okkar sem eru búin að vera að safna og spara alla ævi? Ég hef nú lengi verið mikill aðdáandi lífeyrissjóðakerfisins og tel að þetta sé mikil launa og trygging fyrir eldra fólk og í heildina fyrir þjóðfélagið sé þetta mjög gott hjá því. Ný samantekt sýnir að beinn rekstrakostnaður 8 stærstu lífeyrissjóða landsins sem samanlagt ber ábyrgð á 70% alls fjár í kerfinu nam í fyrra tæpum 5 milljörðum króna. Í samantektinni sem unnin var af Ragnari Þór Ingólfssyni áætlaða með erlendri fjárfestingu og kostnaði við rekstur sjóða, til dæmis Framtakssjóð Íslands, nemi þessi kostnaður 10 milljörðum. Vilji kerfisins til þess að hagræða og spara akkúrat engin. Og það mikill munur á greiðslum sjóðana til lífeyrisþega og launagreiðslum til starfsmanna sem hafa hækkað síðustu ár. Sumir sjóðir að fara upp til 20% á 2 árum í launakostnaði samkvæmt ársreikningum og launakostnaður við hvert stöðugildi í kringum 10 milljónir. Og það ekki það ekki sá raunveruleiki sem að blasi við lífeyrisþegum sem eiga að njóta góðs af því sem að þetta fólk fær greitt fyrir. Það að verja okkar lífeyri og greiða okkur út. Ef forstjórar sjóðanna skoðaðir kemur ljós að uppgefin launakostnaður á hvert þeirra nemur á bilinu 16 til 22 milljónum króna á ári. Mér finnst það nú allir marka. Þetta óþarflega mikið. Manni finnst náttúrulega bara þessar tölur sem maður heyrir í þjóðfélaginu alveg fáránlegar. Og eftir sittum við hér sem búin að vinna og sinna okkar starfi eins og ég kennar í 40 ár og sitja svo upp með 180.000 krónur í mánaðarlaun. Manni finnst það náttúrulega bara brandari.